Ágætu elskuðu vinir. Við erum mætt hér til þess að gera það sem við höfum verið að gera hér undanfarin ár eða ekki. Ég man ekki hvernig ég byrjaði á þessu. Ég held að ég er búin að vera í 1-2 ár eða ekki. Það er nú eitthvað atriði. Málið er að halda bara áfram við það sem að Drottinn hefur sett upp í hendurnar á manni og þá erum við nú bara í nokkuð góðum málum. Og þess vegna erum við hér við fætur Drottins. Það verður nú ágætt nafn bara á þessa röð bara við fætur Drottins. Það er nú það sem við erum að gera. Við erum raunverulega bara að tylla okkur við fætur Drottins og hlusta á það sem hann hefur við okkur að segja í dag, og það er alltaf einhvað. Og það er svo gott að treysta og trú á Drottinn, því Drottinn er í deginu. Hann er bara hér og nú. Hann er að tala við þig inn í aðstæðu þína núna. Hann er ekki með eitthvað gamla frasa sem að giltu fyrir 1000 árum. Nei, hann er með frasa og orð sem að tala til þín sem eiga við þitt líf akkurat núna. Og hvernig getur hann það? Af einni ástæðu, hann lifir. Og sá sem er lifandi hefur burði til þess að fylgjast með og draga álektanir af þess sem að sér. Bara rétt eins og ég og þú gerum í því umhverfi sem við erum í þá og þá, og ég er hér og þú ert þar og ég sé þetta og þú sér eitthvað allt annað, og við drögum álektanir af því sem við nefnum og skynjum og skiljum og svo framvegis og vinnum svo eitthvað með þær álektanir nú eða við gerum ekkert með það. Eins og með Drottinn, hann fylgist með mér og þér og veit hvar skóin kreppir og vill mæta því í núinu að því hann er í núinu. Við erum ekki að tala hér um dáinn mann. Við erum að tala um mann sem fór að vísu í gröfina, reis upp á 3. degi og höfuð kirkjunnar, og hún á kletti sem aldrei fer. Þannig að við skulum bara vera rólega, við skulum bara halda áfram að gera okkar verk og elska allt fólk og reyna að hjálpa fólki alveg svo við getum. Svo látum við bara Drottinum að sjá allt annað. Þessi óþrifalegri verk sem við erum kannski ekki og erum ekkert færum að gera. Við leifum honum bara að sjá þau og hann mun gera það. Þegar kirkjan er ekki að fara neitt. Og verkefni sem hann er með, þau eru í gangi. Og þau munu klára sig. Þau munu gangi í uppfyllingu. Og ég ætla bara að vera með því að fá þau í þessu uppfyllingu. Ég ætla ekki að standa gegn. Þessna held ég áfram. Þessna ég áfram í verkonum sem hann hefur sett mig í. Af því að þau eru góð. Þau gera bæði mér og þér gott. Þau lyfta upp andanum. Þau hressa útlitið á manni. Og gera mann ungan í raun og veru. Þó að líka minn kannski segja allt annað, en þá var maður ungur í anda, og það er vegna þess að ég á til trú. Ég tilheyri honum sem er ungur að eilífu, Jesú. Ég stefni á að fara þangað, og ég vil helst að því hann býður mér að taka með laun. Ég vil ekki koma launalaus í rann Drottins, því að mér boðið að fá laun. Ég veit ekki hvernig þessi laun líta út, en mér boðið að taka laun og þiggja laun fyrir það sem ég að gera, og þessin ég að gera. Og ég að gera vilja Guðs, og það er það sem gefur mér laun. Eins og ég segi, þá veit ég ekkert hvernig þessi laun eru eða hvernig þau líta út, en þau eru, að því að Drottinn gengur ekki bak orða sinna, og það sem hann segir bara heldur. Og kirkjan, eins og ég sagði, hann ekki að fara neitt, hún stendur ennþá, og hún ætlar að standa þig af sér. Ef þú vilt standa í gegn henni, þá stendur hún þig af sér, en kallar þig til þess við sig, því að hún vill endilega hafa þig með sér, því að Drottinn vill að við séum öll með honum í liði, að því við getum ekki staðið í gegn honum. Það er útiloka mál. Eina sem gerist að við náttúrulega bara þreytum sjálf okkur, og það gerist ekki neitt, og það sem gerist vont fyrir okkur. Sem fingur Drottins yfir þeim sem kemur í gegn, en með þeim sem standa með honum. Og þess vegna segir hann við mig og þig, komdu með mér og vertu með mér í liði. Og þú ert hjartanlega velkomin, meira en það. Þegar Drottinn elskar allt fólk, og einu sinni voru við öll syndut fólk, og gerðum alls konar, hugsuðum alls konar, breyttum alls konar, og oft með vond verk á okkur. En Kristur horfir ekki það.
og Páll segir á einu stað að hvað þeir einu sinni voru var það með ekkert en það sem þeir eru í dag og á þá við að þeir eru bara kristmenn, hann horfir á það hvað við vorum einu sinni kemur Drottni ekkert við, hann langar ekki til að vita neitt það. Og eins það með mig sem trúaðan mann, mig raun varðar ekkert það hvað þú gerðir, hvað þú varst. Ég vil bara sjá þig í húsi Drottins og sem trúaðan mann og konu gangandi heilsteypt á þeim vegi sem hann hefur sett þig á. Og þú ert í þínu veika mætti að reyna að styrkja þig á og eflast í trúni á og þess vegna líka ertu hér. Af því þú veist að þetta einn af þeim fjölmörgu stöðum sem þú getur rambað inn á til þess að fá einmitt uppbyggingu inn í andan. Og þess vegna eru við hér. Að hvetja hvort annað til verka og dáða og segja hvort við annað að kirkjan stendur. Verkefni sem Drottinn með það heldur áfram og því líkur sem fullgert verk, ekki hálfkarað verk. Þegar Drottinn hættir ekkert við neitt sem hann byrjar á, hann klárar það. Og þess vegna skaltu vita það að settu að vinna í Drottni og finnur að það ekki komin loka á það, að það heldur bara áfram. Að vera þessi blessun sem það hefur alltaf verið. Kannski eru margir sem kom í gegn og leifuðum bara kom í gegn. Þeir munu hrufla sig, það eru bara þannig. En við höldum áfram að lofa Guð og elska Drottinn og vera honum góðulmur. Aðrir gera það sem þeir vilja, en þeir munu ekki komast langt eða allar þeir að standa í gegn því sem Drottinn hefur að segja. Þannig bara það og ef það væri mögulegt að það gerðist, þá væri engin kirkja í dag, þá voru löngu búið að sópa þessi hafið. Með allan atgangir sem hefur verið á hús Guðs og allt það sem Guð að gera og við sjáum nú bara allt í kringum okkur hérna að það á fullu en alltaf stendur kirkjan að því hún hefur yfir sér einn sem bara hann heitir Jesús, fór í gröfina en vegna þess verkana undan sem hann vann að þá hélt gröfin honum ekki og þannig verður með mig og þig sem trúum á Jesú að gröfin mun heldur ekki halda okkur, við förum upp til hans og munum verða þar sem hann í dag og við sem höfum unni til launa fáum þar og þá kannski verða mörg okkar afskaplega undrandi þegar við áttum nú ekki von á kannski alveg svona miklu en sumir munu koma inn bara ekki neitt og það vegna þess að þeir hafa ekki gert vilja Drottins á jörðinni og eru þá hólknir af vísu sem náttúrulega þeirra styrkur en þeir eru launalausir, ég veit ekkert hvar þeir verða ég veit ekkert það, þeir eru náttúrulega verða í ríki Guðs og það verður ekkert ráðið stóða fyrir það hvað þú varst rosalega latur það orð verður ekki til það en allavega þeir eru ekki á þeim stað sem að Drottinn vill að þið séu sem að launin muni gefa þeim og þess vegna markmiðið þetta að vinna góð verk í Jesú nafni og það sem Drottinn að biðja að þið viljum fá laun á heimnum og þegar við hugsum svona þá erum við ekki svo mikið að hugsa það sem við erum með í kringum okkur heldur reynum við að sættast við það sem og við getum það alveg við temjumstum við það að vera bara þakkláttar manneskjur sem svona þetta daglega viðfangsefni og við erum alltaf að streðast við að vera þegar við erum svo í eðli okkar þetta vanþakklæti alls ráðandi og það er sko, við þurfum ekkert að læra vanþakklæti en við þurfum aftur á móti að læra þakklæti við þurfum að þjálfa okkur í að vera þakkláttar manneskjur rétt eins og mörgu öðru sem okkur finnst gott að vera og hafa því að vera þakklátt manneskja setum hann á ákveðin stað þar sem að ljósið bara skín vanþakklæti ekki staðurinn sem ljós skín á heldur staður sem myrkrið og grúfir yfir öllu hve oft hefur við ekki dvalið þar bara allt of oft, allt of lengi og sumir eru bara þarna alveg lón og dón og þekki ekkert annað heldur vanþakklæti með allt sem þeir hafa það ekkert nógu gott þetta hamingjusamasta fólki heimi? Nei, að sjálfsögðu ekki en af hverju vanþakklæti? Það að einni ástæð, það eitthvað beskjur út í hjartana þetta allt þar sem endurspeglar það sem ég en það líka gott í mínu hjarta í trúnni og þetta reiptogið vil ég vera þar í gleðinni og þakklætunni eða vil ég vera í vanþakklætunni og depurðinni vanþakklætu og depurð hanga á sömu spýtu þegar þú vanþakklátt manneskja þá verður ekki leið hamingjusamasta manneski í heimi en það getur aftur verið ef þú ert í þakklætunu því þá bara byrstir af þér
Þetta svona leyndardómur sem að lífið sýnir okkur dagstæðilega og við höfum verið í og þekkjum. Það vilji Guðs að við þekkjum þetta. Til þess að við höfum þetta val. Ég þekki gleðina og ég þekki þakklæti og ég þekki líka vanþakklætið og myrkri sem af vanþakklætinu stafa. Og svo vel ég. Og ég nú sem betur fyrir komin á þann stað í dag að ég dvel stittra inn í þessu leiðinda hugsunum en þær koma og víst losnar ekkert við þær þá væri ég sennilega búin að losa mig við þær því ekki líka með þær fyrir ekki þér en þetta er það sem maður er að glíma við allan daginn meir og minna oft á tíðum en stoppar stittra við að því að maður vill vera hinum einn í þakklætinu og í því sem er bara gerir mann gott því að maður náttúrulega þetta eins og þú veit að þetta gerir mann ekkert gott ertu ekki sammála því annars? Jú þannig að þú skalt rétt eins og ég koma bara með mér í hönd yfir í þakklætið og leyfa birtunni bara á ljósinu að baða okkur sínu ljósu og það er yndislegt og þú getur gert þetta bara hér og nú þú getur farið inn á þennan stað hér og nú alveg sama á hvaða stað þú ert núna og bara getur valið fyrir þig að bara skunda yfir í þakklæti sem þú þekkir jafnir þó að sé orðið langt síðan þú hefur verið í ykkur sem heitir þakklæti að þá mun það rifjast upp fyrir þér þegar þú varst þakklátt manneskja og þú bara upplifir það já það var nú miklu betra að vera þarna heldur en í þessu sem ég er í dag og þú ferð þangað þetta er andlegt þú heldur áfram að vera það sem þú ert en þetta er andlegt þetta þakklæti og allt í henni lýsir af öllu sem þú ert og þú ert ekki að fara neitt þegar við erum vanþakklátar manneskjur þá erum við leið alltaf að fara vanþakklátið gerir það verkum að ég er alltaf að fara en svo kemur þakklætið inn þá ég ekki að fara neitt og ég er alveg sáttur við með rúmlega sáttur við það að vera það sem ég er og ég er að tala bara fyrir munn okkar margra og allra kannski við þekkjum þetta öll við höfum báða þessa staði verið báða þessa stöðum og höfum þennan valkost þetta er náðu miskun drottins hann setur okkur á góða staðin og svo förum við í storminum okkar yfir á vonda staðin en drottin sett okkur á góða staðin og minnir okkur á hann einmitt á vonda staðin ekki láta taka þakklæti frá þér og ekki láta rífa af þér góða staðin sem þú ert komin á með einhverjum hugstunum og einhverjum hringingum frá einhverjum óvinnu þínum sem eru að reyna að koma þér út úr þessu umhverfi til þess að nota þig til einhverja ílsku verka fyrir utan já þetta eru óvinnir þínir, ekki vinnir þínir ekki miskilja þetta manneskja sem að reynir að draga þig út á góðum stað er óvinnur þig viltu eiga óvinni? Ég vil eiga vini ég vil losa mig við óvinni og sem betur fyrir þá á ég enga óvinni þannig ég þarf ekki að losa mig við neitt Guð hefur nú alltaf gefið mér vini en ekki svo marga óvinni en ef þeir eru þá vil ég nú bara að þeir fari og ég kveð þá bara hér og nú ef þeir eru ykkur stað til þannig ég ætla ekki að eiga neitt við það frekar ég hef nóg við tíman annað að gera heldur en að vera eldast við ykkur og svoleiðis þvælu þetta er bara þvæla, þetta er ekki gott fyrir nokkurn mann að vera eldast við einhvern keisarnas skegg og hvort að hann voru á fötum eða hvort að brúnt vesti sé svart eða gult og vera svo bara karpa það hvað gagnir í því lesum núna það er Jóhannesar Guðspjall yfirskriftin á þessu þætti var svona ég setti nú bara eitthvað á þetta ég þekki drottina en svona klassísk yfirskrift þekki drottin en þó spurning til mín og þinn þekki ég drottin ég vissum að ég þekki hann rétt allir þetta sé ekki svolítið áleitin spurning akkur fer ég þá á stað vanþakklætis ég þekki drottin svona vel það ekki vegna þess að ég þekki hann ekki eins vel og ég held sjáu þið ekki enn og aftur hvað það er mikilvægt að vera það sem drottin er kendur og hann fær að vera rödd inn í okkar líf til uppörfunar og hvatninga því hann er að tala hann er að spyrja mig að því þekkirðu mig eins og vera ber stundu þekki ég hann mjög vel og stundu þekki ég hann ekki eins vel og þá fer ég á einhvern stað deburðar og ég er vanþakklætinu því að það er allt þakklæti í Jesú og þegar ég er þeim megin þá er ég þakklátt manneskja og vil bara vera sem lengst það sem ég er
en svo kemur upp hitt og þá vill maður fara því þú þekkir þetta alveg svo vel og ég. Þetta er togstreitan og það er sigur í hver skipti sem maður vill halda áfram að vera, og sem betur fyrir nú Guð gefið mér það að fara nú í þá áttina með þetta allt saman, þráttur í hitt sem er líka tóast á Þannig að þetta er bara val, hvernig vil ég akta í deginum. En það, ef ég vil ekki gera í þessu, ég vil ekki sjá þakklæti því ég er á stað vanþakklætis, þá er það bara við mig að saka. En þakklætið þitt og sem þú upplifðir og varst í er líka til í þínu fari, rétt eins og mínu. Það er bara að sækja þetta aftur og leyfa því að toga sig við til sín, og þá erum við böðu birtu. Og það er alltaf betra að vera í birtunni, því að þegar þú ert í birtunni, bæði ég og þú, þá sé ég sé ekkert í myrkrinu og fer því bara, hvert sem er. Og myrkur, svarta myrkur er í raun, þú réttir fram hendina, þá sérðu hann ekki einu sinni, það getur verið svo svart bara dagsljósið. Í myrk ég hef verið ég var í sveitinni sinni og þá var alveg svarta myrkur og ég var á gangi, var að fara heim. Og vitið það, ég sá ekki glóru. Ég segi það, ég setti hendina fram, ég sá hann ekki, það var svo mikið myrkur. Og þetta var bara hérna á Íslandi. Svona er þetta myrkur. Við þekkjum ekki þetta myrkur af því að ljósastaurarnir lýsa allt umhverfi, en þegar þú ert komin út fyrir ljósastaurarna, þá getur upplifað þetta myrkur. Og þá ferði ekki lönd eða strönd. Og ég sá bæinn, ljósið á bænum og náttúrulega rataði veginn og vissi hvernig hann lá, en ég sá ekki neitt. Ég var bara að treysta því að ég var að gera rétt og svo komst ég heim. En það var alveg bigasvart þetta myrkur. Alveg bigasvart. Þarna í sveitinni, sem er náttúrulega tólti frá öllum bæjarljósum. Þannig að þetta var svolítið annar handleggur. Svona er myrkrið. Svona er þetta andlega myrkur sem vanþakklæti býr til. Það er svona, þú sérð ekki neitt nema bara þitt vanþakklæti, en ef þú ferði yfir í þakklæti sem þú upplifir einu sinni, þá getur það verið mest átök. Og þess vegna þjálfum við okkur upp í það að vera þakkláttar manneskjur, því að þegar þú lendir á hinum staðnum, þá hefur meiri burði til þess að allavega þessi tími yfir í þakklætið, hugsunin hana, þakklætið styttist. Það er verkefni. Og þá dvelur styttra á stað vanþakklætis. Vanþakklæti er byrjun og svo mörgu öðru sem er að hrjá okkur. Og mörgu af því sem við erum að glíma við og náum ekki tökum á er vegna þess að við erum ennþá á stað vanþakklætis. En vitum af þakklætinu en þökkum ekki fyrir það að hafa verið þar einhverju sinni. Þakklætið er nefnilega áunnið, ekki vanþakklæti. Það bara fylgir föllnu eðli mannsins, eins og svo margt annað sem fylgir föllnu eðli mannsins, en svo þurfum við að læra allt hitt sem er gott, fagurt og fullkomi, og þá erum við á réttum stað því við erum að læra upp úr orði Guðs sem hefur þetta allt fyrir okkur. Já, við skulum fáum hérna gullvæga setningu í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Því oft höfum við ekki farið með þessa setningu þegar við erum á einhvern stað sem okkur þykir ekki góður og við fundið hvernig þetta hefur uppörfað okkur. Akkurju? Að því við þekkjum hennar stað, við höfum lesið hann og suma á okkur höfum lært hann utan bókar. Akkurju lærðum við hann utan bókar? Að því að við vildum geta gripið í einhvað þegar á móti blés og við færum á stað einhvern sem að væri orðin dimmur og dökkur. Þá grípum við inn í svona orð frá Guði og það byrjar aftur að lýsa upp hjartatetur okkar og við færustum af þessum stað, dimmu og myrkus, yfir á bjartari stað og svo sem á endanum verður svo bara skjanna bjartur. Þetta er verkefni hins trúaða manns. Það er akkurat þetta. Það er ekkert annað. Þetta setur andaðinn á réttan stað og hjartatetrið þitt slær oftar í takt við Jesú og það er það sem því er ætlað að gera. En þú vilt ekki vinna þessa vinnu, ef þú gefur ekkert fyrir það sem hér er verið að segja, þá náttúrulega er það bara þitt mál.
en þetta er leiðin. Og allir þeir sem ná árangri í trúni sinni og eru svona, já, góðir trúaðir menn og konur, þeir gera þetta svona. Einn dagur í einu, segir ekki alkoholistin það. Og þetta er bara sannleikur sem við vitum, sem höfum þurft að glíma við þess að þetta. Einn dagur í einu, og eins er með trúalífið okkar. Við ætlum að vera með Kristi í dag. Og ef við erum á stað vanþakklætis í dag, þá ætlum við með hjálp trúarinnar að koma okkur yfir á stað þakklætis. Að því við vitum, höfum reynt það svo oft, að þar er betra að vera. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Trúið á Guð og trúið á mig. Trúið á Jesú, trúið á Föðurinn sem sendi Jesú sem bjargvætt fyrir fólkið, mig og þig. Við höfum að trúa á hann. Og það er bara líf og birta. Það eru hvergi dökkir skuggar. Þeir koma vegna þess að við erum hold líka. Við erum í þessu endalösu reiptogi við okkar eigið hold. Eins og vorum að tala á, þá var þetta bara verkefni. Eina verkefni sem við höfum. Og þá komumst við í það lag að verða svona oftar og í meira jafnvægi og okkur gengur lífið betur. Þetta er allt í gegnum trúna. Og ástundunina af trúni. Ég hef enga aðra leið, ég er búin að gangi gegnum ýmislegt í gegnum mitt líf og rétt eins og þú, en þetta hefur verið svo leið sem ég hef getað notað fyrir mig að parta. Samt lendi maður í alls konar, en þetta er samt leiðin þar að fara þá í þetta orð og mun eftir því góða sem maður upplýð og veit að maður er upplýð og veit að maður upplýður aftur ef maður bara kemur sér þangað. Og þannig að maður stoppar alltaf að styttra við hinstaðin vegna þess að maður fer strax í að vinna frá honum. Það hefur maður þó lært á langri göngu og löngu lífi að maður hefur lært þetta. Þess vegna er maður oftar í jafnvægi svona sjálfur. Þó ójafnvægi kom upp og þá er það svona yfirleitt stutt. Og hverjum er þetta að þakka? Þetta er Jesú að þakka. Það er yfirleitt svona vinna sem maður fer að það eru fæstir sem vita hana. Og það er líka allt í lagi. Þú þarft ekki að láta alla vita hvernig þið líður. Þú mátt alveg að þú vilt og það getur verið hjálplegt svona upp að ákveðnu marki. En ef þú ætlar bara að vera þar, þá ertu ekki að gera það sem þarf þess á milli sem þú ert ekki í tímanuðinu. En hvernig ætlum við þá að standa sjálfstæðar manneskjur ef við erum alltaf svo hlaupandi til eitthvað bjarg og vætt til þess að bjarga okkur út úr þessu hinu? Það er ekki að láta bara orðið tala í þeirra stað við sig. Við þurfum að vera á þessum stað því að þú hefur alltaf orðið. Þú hefur ekki manneskjana þegar þú þarft á hana að halda. Þegar þú þarft á hana að halda sem getur verið bara allt í önum og enginn til dags. En þá hefur orðið, þú grípur í það og þú getur meira að segja grípið í svona kennslu með því að fara á netið eða hala þetta niður í flakkaraðinn og séð þetta í sjónvarpinu sem er alveg heimilt að gera og er bara ánægilegt ef menn færu þá leið. Þegar þetta efni, það vinnur þó langur tími sé liðin frá því að það var talað. Að þetta er Guðs orð. Já, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa að þau stað. Þetta segir hann okkur það, mikilvægan uppörvandi sannleika, að hann er að búa okkur stað. Akkur, að hann vil hafa okkur hjá sig. Hann hefur ekki sleppt hendinni af mér, hvorki mér eða þér. Og þetta getur haldið mér áfram á stað þakklætisins, það sem birta leikur mig, jafnir þó í dett inn á milli inn í hitt og þá getur þetta flýtt fyrir því að ég fari á þann stað þar sem að þakklæti er ríkjandi og birtan þar með, vegna þess að ég er að minna mig á orðið. Ég er að minna mig á orð hans sem segir sannleikan og stendur við það sem hann segir og segir ekkert meira heldur en hann stendur við. Og ég get gert kröfu það að hann geri akkurat þetta. Af því það stendur þarna. Og hann segir sjálfur að orð minn gengur ekki á grunn. Það heldur áfram að virka. En trúi mín segir mér að svona sé þetta. Þess vegna vil ég nota trúna mína þegar ég er að fræðast og heilagur andi vinnur með trúni mín og ég fæ skilning, aukinn skilning á því hvernig þetta er. Og það er líka hjálplegt. Að vita meira um þessi mál eins og öll önnur mál sem við viljum vita
er alltaf gagnlegt. Ef þú vilt vita það gagnlegast og öllu gagnlegu, þá ertu vel aðir í orði Guðs. Og það hjálpa þér yfir allar erfiðleika og þú stendur raunverulega hvert storminu fætur öðrum og kemur í gegn reynslunni ríkari og ennþá ákveðnar í að halda bara áfram. Þetta er ekkert neitt annað að ræða en að halda bara áfram. Það hefur verið mín ganga eiginlega frá því að ég mann eftir mér. Maður hefur alltaf haldið áfram. Stundum kannski ég held maður lengi áfram í þvælinu og bullinu, en það er ekki lengur. Því lauk öllu saman, eftir þegar maður hætti að drekka á sínum tíma, þá lauk því og svo bara var þitt ennþá meiri ákveðinni þegar ég fór að ganga með Kristi. Þegar ég fór að sjá lífið eins og og vita ýmislegt sem ég vissi ekki áður og svo framvegis og þetta er staðurinn sem ég er á enn. Ég er ennþá á þessari leið og ég er ekki að fara neitt. Ég get glattið með þeirri fullvissu. Og þetta líf heldur ekki áfram að vera átakalaust. Og það er svona viss blessun í því sem við skulum ekkert gera neitt lítið úr, því að þessi átök sem við erum í, þau minna okkur alltaf á Jesú. Ef við værum alltaf í logni og væri ekkert að gerast í kringum okkur, hver væri Jesú þá? Þá getum við sagt við okkur aftur og aftur, hvað þarf ég á honum að halda? Og ég myndi gleyma honum. En það er ekki það sem að Kristur vill. Hann vill ekki að við gleymum sér. Því hann er með okkur ákveðin leið og áfangastað sem er þessi himinin það sem hann er. Og það er vegurinn. Og hann segir, dagarnir eru vondir og þú þarft á mér að halda til þess að standast þessa vondu daga. Og hann er með allt tilbúið og klárt til þess að ég standist þessa vondu daga, til dæmis svona kennslu eins og við erum að fá hér. Og alla aðra kennslu, góða kennslu sem að flytur Guðs orð. Allt er þetta frá drottni, að því hann hugsar hvað hann er. Hann er að búa þér stað. Hann er að segja þér það uppöröfu með því hann er að búa þér stað. Að því hann vill hafa þig þar sem hann er. Hann orðar þetta beinlínis með þeim hætti. Það er til þess að ég sé það sem hann er. Og segðu þetta með mér, ég sé það sem hann er. Að því hann vill hafa mig hjá sig, hann vill að ég sé í vernduðu umhverfi þannig séð innan síns ramma. Og þetta gerir trúin mér kleift og ég fer að læra gott og vont og fer að vilja vera og leita eftir þeim stað sem er góður. Því nú veit ég á honum, ég hef verið á honum svo oft, ég þekki líka hinn staðinn sem ég er stundum á, en vill ekki vera á og drýf mig yfir á hinn staðinn og þar leikur birtan mig. Og eins gerist með þig. Það eru til þessi tveir staðir hér og nú. Og þess vegna segir hann að dagarnir eru vondir því að heimurinn lítur hinn vonda. Hann rændi heiminum sem hjartamannsins og stjórnar og stýrir hjartamannsins og fær hann til að gera bara það sem hann vill sjálfur. Og það er alls konar lífsku verk sem við erum að sjá birtast í alls konar hérna í kringum okkur. En að sjálfsögðu sigrar þetta ekki. Og þeir sem eru í þessu, þeir étast upp fyrir en setna. Og deyja jafnvel ungt fólk. En getur náð háum aldri í ranni drottins. Og veldu nú. Ég hveti til þess að velja Jesú. Svo segir hann hér, veginn þangað sem ég fer þekki þér. Hann segir að ég, taktu það með mér, taktu undir þetta með mér, hann segir að ég viti veginn sem hann er að fara. Mér er því ekkert að vanbúnað að fara. En fer ég? Ég vil það, já. Og þess vegna er ég með í og með að hvetja mig sjálfan og þig með mér, að því að drottin er svo góður við þig og hann leyfi þér að heyra það sem hann er að segja við mig. Og við fáum áeggjan það að gera nákvæmlega svona og við gerum það. Af hverju? Að því við viljum ekki stoppa núna. Að því við erum búin að ganga þó fram að þessum degi og sum okkar eru búin að vera lengi á veginu og akkur að hætta núna. Hvað er það í umhverfinu sem hefur ekki verið ofta áður? Ekki neitt. Þannig við höldum bara áfram og sjáum bara glæsta tíma framöndan skína af krossinum og bjargvættinum sjálfum Jesú þegar hann er þarna.
og að mér ætlaður. Svo segir hann Tómas, og ég auðvitað oft, Tómas segir hann, Drottin, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur þú þekkt veginn? Svona tala vantrúin, og svona höfum við oft talað, en við gerum ekki lengur að því við erum komið það langt alltaf í trúarfræðunum að við spyrjum ekki svona. Við vitum að vegurinn er mjóvegur og við vitum að Kristur er þar og við erum þar sjálf og þekkjum orðið allvel þennan veg. Hann er eins og hann er, hann koma alls konar á mót okkur og með vindur og hlíðarvindur og allt og milli himins og jarðar, en við höldum alltaf áfram. Að við fylgjum í fótspor Drottins og fótsporun hans merkja okkur leiðina. Og við sjáum fótsporun hans og við vitum að nú erum við erum alltaf ennþá á þessum mjóa vegi. Og við vitum hvert hann liggur. Hann liggur til launana á himnum, til himins og launana sem við fáum þar að segja ef við höfum verið að vinna í vilja Guðs. Vilji Guðs og minn eigin vilji þarf ekki að fara saman. Hugsanlega getur það gerst, en það er bara, við erum bara í vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum dáin sjálfinu. Og það að vera dáin sjálfinu segir mér það að ég held áfram. Að gera það sem Drottin hefur boðið mér. Ég er með krossin sem að rétti mér ennþá með mér. Og stundum er það þyngri en á öðrum tímum, en ég held samt á honum. Að því Drottin sagði mér að halda á honum og þetta væri það sem mér bæri að halda á. Og þetta skaltu segja með mér. Þess vegna höldum við áfram. Sama hvernig andstreymið eða er, og við skulum bara þá muna eftir því að tímar voru í okkar lífi þar sem maður var ekkert andstreymi. Við skulum bara vænta þeirra sem allra fyrst, ef eitthvað annað er uppi, og þeir koma. Því það getur engin staðist gegn kirkjunni bara halló út í eitt. Þess að vorum líka að segja hérna í upphafi, þá væri engin kirkja ef þetta væri mögulegt. Nei, þessu verður vikið til hliðar. Það verður líka að gerast núna, sé eitthvað slíkt uppi. Og þetta er náttúrulega alltaf í gangi vegna þess að eins og við vorum að tala um áðan líka, að dagarnir eru vondir. Þá er þetta allt uppi. Ef við erum á stað sem við viljum þekkja Krist betur, og við erum Tómas kannski líka í og með, sem spyrir, við þekkjum ekki veginn maður, hvernig erum við að geta fylgt honum? Við spyrjum svona að því við erum að læra. Svo eitt að þá hættum við að spyrja svona að því við vitum svarið. Við vitum að Kristur er bara þessi vegur. Og við fyrum að skilja það, eða skilja það að við trúum því allavega, hvort við skiljum það ekki þá allavega trúum því, og við hættum að spyrja svona, heyrðu, við vitum ekki hvert þú ert að fara. Hvernig erum við að geta fylgt þér? Hvað vega á ég fara? Það er milljón vegir. Hvað vega á ég að fara? Hvað vega er þú að fara? Ég veit ekki hver hann er. En svo skilur trúin mín, útskýri trúin mín fyrir mér að það er einmitt Kristur sem er þessi vegur. Og hann er orð Guðs og við erum að læra upp úr orðinu. Og höldumst því heil og narreist á veginum að við viljum það sjálf. Já, við viljum það sjálf. Við viljum glímu lífsins við og með trúnni. Og það er hún sem segir mér þegar ég er á einhvern vanþakklátum stað að koma mér yfir á þakklátastaðin og hún rifjar upp fyrir mér að ég þekki þann stað líka og þú líka með mér. Því við höfum bæði og báðir verið þarna á báðum þessu stöðum. Við þekkjum myrkrið á vanþakklátastaðin og við þekkjum birtuna á þakklátastaðin. Þetta er bara valvinnið. Mér líður nákvæmlega eins og ég hef valið að líða. Ef mér líður illa, þá get ég komið mér út úr þeim kringustað. En ef ég geri það ekki, þá bara held ég áfram að vera þar og myrkrið að vera svartar og svartar í kringum mig. Og þá, eftir því sem ég del lengur í þessari myrkri, á þess að gera neitt, þá voru erfiðar að koma mér út. En ég mun á endanum koma mér út. Því að öll okkar munum á einhvern stað bara fá nóg þarna. En akkur ekki gera það bara strax og leiða að við verðum vör við þetta. Þess að við þurfum ekkert að fara niður í dýpsta deburð og myrkur. Hver skilur mannshjarta? Ekki ég allavega. Við skilum ekki einu sinni mitt eigið hjarta oft á tíðum. Hvað þú heldur þitt? Tómas segir við hann, Drottin, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Mjög góð spurning hjá Tómasi. Heiðarleg spurning frá manni sem ekki skilur. Og við sem ekki skiljum, við spyrjum.
og fáum þau svör sem hugsanlega eigur skilningin, og ef við skiljum ekki þá bara spyrjum við aftur, og þá kannski fáum við skilningin og þá verðum við voða glöð. Jesus segir við hann: ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þeir hafi þekkt mig, munu þeir að þekkja föður minn. Hérna þekkið þeir hann og hafið séð hann. Hafið séð hann? Já, við höfum séð hann. Við höfum séð hann í gegnum orðið. Við höfum séð hann í gegnum eigin vitnisburð. Við höfum séð hann í ýmsu í kringum okkur. Og í okkar upplifunum af drottni og af trúnni sem trúin að opinbera fyrir okkur. Við höfum séð hann. Og sumir hafa meira þess að séð hann með sínum eigin augum. Ég hef ekki séð hann þannig, en ég hef séð hann í gegnum orðu, og ég hef séð hann svona sem einhvað, já, ég sá hann og sá hann ekki, ég get ekki lýst hann, ég hef séð hann svona, ég veit ekki eiginlega hvernig ég sá hann samt. En sumir geta lýst andlitunum. Nei, ég veit ekkert um það, ég segja meira en ég veit. Svo segir hann hér, tala við mig núna. Jesus svaraði: ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Veitum á þetta að vera að við þetta 20-30 ári þekkjum ekki enn Krist. Af hverju? Er það ekki vegna þess að við höfum leyft vantrúni bara að halda okkur? Er það ekki vegna þess að vanþakklæti hefur bara verið okkar staður allt of oft? Og staður vanþakklátur er ekki staður sem við byggjum upp á í trúnni. Nei, það er staður þakklætisins sem við byggjum okkur upp í trúnni. Vanþakklæti, það sogar allt úr okkur sem að staður þakklætisins setti í. Og við erum kannski alltaf að vinna upp sama. Og þá þekkjum við aldrei Krist. Við þurfum að bæta við þekkingun og honum til að þekkja hann ennþá betur. Við þekkjum að bara svona, já, kannski að nafninu til. En við trúum, við eigum að gera meira en að trúa, við eigum að þekkja hann, þá líka að sjá við kraftin sem býr í honum. Og vitum að þessi sami kraftur býr í okkur, í orðum okkar, í verkum okkar. Og þá segjum við, það mun ekkert standast það sem drottin er að gera fyrir mína hendur. Það mun allt víkja og dýr drottins opinberast. Þess vegna segir það að þessi standa gegn, þeir munu allir þurfa að víkja. Og hvað ofta hafa það ekki gert það, en þeir sjá það bara ekki ennþá. Það er bara þeirra mál. Við erum á ferðinni bara og við ætlum að halda áfram og gerum það með samþykki fólks eða ekki. Þetta er bara það sem okkur er uppálagt að gera. Við ætlum ekki að vera fólki sem að hindur verk drottins á jörðinni. Það bara kemur ekkert ekki að reyna, það er allt of mikið í húi. Við þurfum að hjálpa hvort öðru. Við þurfum að reisa neyðubeða upp og það gerum við. Ef ykkur vil standi gegn því, þá er það bara hans mál, en stoppar okkur ekkert í að gera það sem þarf. Ekki mig. Og ég veit þú tekur undir þetta með mér, því ég veit að þú átt til óheyrilega mikla trú og hún vex aðeins eftir svona umfjöllun og tilgangur í sjálfu sér ekki annað. Jesus svaraði: ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Þetta gerist vegna þess að við erum ekki að læra rétta leksi, eða við erum ekki að taka trún okkar neitt sérstaklega alvarlega, og það er svona hluti af vandanum sem við erum að eiga hjá trúnni, sem setur hann allt og oft á stað vanþakklætis og stað myrkursins. Því að myrkur og vanþakklætið, þetta hangir saman, öndvertið þakklætið sem birtan stafar og ef við viljum öll vera í birtunni, þá bara koma sér þangað og þá fara allar þessar hugsanir út í veður og vind og öll þessi áföll sem við verðum fyrir og svo framvegis og framvegis, við þekkjum þetta allt og það kemur bara bylgja blessana yfir okkur og þá verðum við glöð og gleðin er hlutskipti mannsins og hann getur sótt hana, hún er álsköpuð, hún er ekki meðfætt þannig séð, en hún er ásköpuð og við getum þjálfað okkur upp í að vera glaða mannesku eins og bara í öllu öðru sem við erum og gerum. Þetta er allt saman á mínu valdi, hvernig ég akta og hegða mér núna og hvernig mér líður. Þetta er allt á mínu valdi og þetta vitum við, mæta vel.
En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar þakka fyrir sig og veit að þú fengið eitthvað til þess að hugsa og móða úr og blessast af og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að þú ætlar að biðja áfram inn í það verkefni. Amen.